Nú ætlum við aðeins að kíkja á stöðurafmagn. Flestir hafa fengið straum þegar þið komið við eitthvað úr járni. Þessi straumur er ekkert hættulegur, hann meiðir okkur sjaldnast, við okkur bregður stundum. Sama ef við nuddum blöðru við hárið okkur, þá getum við látið hana festast við vegg. Og eins ef við erum í fötum, sérstaklega flísfötum og kannski nokkurum bólum og búin að vera í allan daginn, þegar við förum úr þessu eða lopapeysu, þá brakar í þessu. Þetta er allt út af stöðurafmagni. Stöðurafmagn myndast þegar við nuddum hlutum saman og við fáum straum af því að við erum búin að nudda fötunum okkar saman allan daginn. Þá er búið að myndast stöðurafmagn í fötunum okkar og í okkur, og þegar við komum við eitthvað úr járni þá myndast afhleðsla. Þetta fer yfir í járnið. Þetta myndast vegna þess að í frumeind eða atómi þá eru tvær gerðir af öreindum í kjarnanum, róteindir og nifteindir. En í kring svífa litlar eindir sem heita rafeindir. Og þegar við nuddum einhverju saman þá fara þessar rafeindir á milli. Eindirnar í kjarnanum, þær fara ekki neitt, þær eru fastar. En þessar geta farið. Og af því að þessar eru mínushlaðnar, ef við fáum of margar rafeindir þá erum við með mínushleðslu. En ef við erum of fáar, af því að róteindirnar eru plús, þá erum við með plúshleðslu. Og ef við erum með tvo hluti, þar sem annar er plúshlaðin en hinn mínushlaðin, að þá dragast þessir tveir hlutir að hver öðrum. En ef við erum með eins hleðslur, þá ýtast þeir frá. Alveg sama hvort við erum með plús og plús eða mínus og mínus. Þannig að mismunandi hleðslur dragast að hver annari, en eins hleðslur ýta hvor annari frá. Þannig að þegar við nuddum blöðru við hárið okkur, þá verður blaðran yfirleitt mínushlaðin, en veggurinn er gjarnan plúshlaðin. Þess vegna tollir þetta saman. Síðan fara rafeindirnar hægt og rólega úr blöðrunni yfir í vegginn, þannig að þetta jafnast út og þá dettur blaðran niður, því við erum ekki lengur með þennan mun á hleðslunni.